Já, komið sæl. Það hefur verið hvöss suðvestlæg átt á landinu í dag og með éljum víða sunnan og vestan til á landinu. Og allt hefur þetta að gera með þetta víðáttumikla lægðasvæði. Það sem að hádegi í dag við erum með lægðamiðjur hér bæði norður og vestur af landi og lægðamiðjurnar eru til þess að gera nokkuð djúpar en nærri 960 millibörum. Og svo sem kerfin ekki að hreyfast hvorki hratt né langt til morguns en lægðin hér vestur af landi að hún með svona smám saman byrja að fylla sig á morgun. Vissulega verður áfram hvöss suðvestanátt með éljum fram eftir degi á morgun en það dregur nú svona úr vindinum síðla dags og áttin verður smám saman suðlæg því að næsta lag síðan að koma þá inn á föstudaginn og hún verður öllu hlýrri eins við sjáum hér þennan kalda loftmassa sem streymir til norðurs yfir Atlantshafið og svona að valda þessum óstöðuleika í veðrinu hjá okkur en hlý tunga sem að fylgir lægðinni sem kemur inn á föstudaginn og svona nær hlýindin á svona mest inn á austanvert landið. Og hvað varðar suðvesturhornið á morgun þá sjáum við að það allan úti við ströndina er vindur og yfir 20 metrum á sekundu svona allan í éljahryðjunum hægari vindur inn til landsins og sérstaklega þá á Suðurlandi og viðbúið að morgundagurinn fari það að gangi él inn yfir þennan landsfjórðung og kannski og síðan seinna meir þá síðladags svona síðdegis á morgun eða annað kvöld að þá verði það vind á smám saman suðlægri og það dregur nú töluvert úr vindi þá annað kvöld og aðra nótt. Eru úti viðvarnir vegna hríðaveðurs og þær munu síðan svona detta úr gildi seinnipartinn á morgun. Hvað varðar norðvesturhornið þá þetta nú dálítið svipað nema það svona ef eitthvað heldur meiri vindur í þessu og svona hríðaveðrið ákafara og því eru viðvarna fyrir bæði Breiðafjörð og Vestfirði appelsínugular hvað varðar morgundaginn og það var einnig viðvörun fyrir strandir á Norðurlandi vestra fram eftir degi á morgun. Það sama hér við í rauninni þá eins og suðvesturhornið, það verða blind él sem koma inn þannig á köflum og sérstaklega úti við Breiðafjörð og Vestfirði en það svona meiri líkur til þess að sjáist nú eitthvað til sólar og sloti nú ofankomunni þá á Norðurlandi. Öllu bjartara kannski yfir á norðvesturhorninu eins og við sjáum hér, þó vissulega getur nú vindur verið stífur en þá ná élin nú ekki yfir að miklu leyti á þennan landsfjórðung, þeir stoppar svona mikið til á Tröllaskaganum og hálendinu. Þannig að það nú svona vissulega kalt í þessu frost yfirleitt og það getur kannski myndast svona þíða úti við ströndina. En hvað varðar suðausturhornið þá verður þessi stífa suðvestanátt hún liggur hér með ströndinni. Élin geta komið inn þá sérstaklega á vestari hluta þessa svæðis og hitinn verður eitthvað að dansa í kringum frostmarkið. Lítum þá á þróunina næstu daga, eins og ég sagði, það ný lægð í kortunum fyrir föstudaginn og hún verður einnig djúp og kröpp, hvöss austlæg átt sem að kemur með þeirri lægð og hitaskil sem að fara norður yfir landið og við sjáum að hitatölunum að það hlánar nú nánast allt ef ekki allt landið og úrkoma svona fer frá því fremst í þessu skilum að vera slita eða snjókoma yfir það að vera rigning þegar skilin ganga yfir. Dregur nú svona úr svona mesta ofsanum í þessu helgina nema ef vera skildi þá á norðvesturhorninu þá sérstaklega vesturinu því að norðanáttin ætlar að vera svona viðlóðandi þar gæti verið stormur og í rauninni stórhríð sem gæti tekt sig yfir allan Vestfjarðakjálkann jafnvel eitthvað suður á Breiðafjörð og almennt séð á vesturhluta landsins getur nú snjóað eitthvað þennan daginn en úrkomu lítið í austurhlutanum og svo nú svona tiltölulega rólegt í þessu hjá okkur á sunnudaginn þó áframhaldan að snjóa fyrir norðan en förum betur yfir það að loknum 10 fréttum.